Já, Jóhann, byrjið skelfilega, komið svo inn í leikinn en svo fáið þið bara algjört róttöku í upphæði seinni hálfleiks. Já, alltaf fengum á okkur markið sem að skildi liðina að, en veit hvort það verið róttök, mér fannst við spila seinni hálfleikinn mjög vel og bara hræðilegt að taka ekki eitthvað út úr þessu. Insa ekki með, Guðjón Árni ekki með, hvað er með þá? Insa er eitthvað í lærinu og Guðjón fekk höfuðhögg í síðasta leik, þannig að það er eitthvað óvíst með hann svona í næstu viku. Svo missið þið Harald út af henni í seinni hálfleiknum, það er nú dýrt fyrir vörnina en vörnin stóð pliktuna samt sem áður eftir það. Eitthvað mikið að halla? Það fekk bara nýja í lærið og var bara aumur. Það verður fín í næsta leik held ég. Eyjamenn unnu sinn leik, já, þannig að þið eru komnir í virkilega erfiða stöðu. Hvað er til ráða í Keflavík? Það er bara að halda áfram. Spilamennskan er búin að vera fín upp á síðkastið, en bara við hefum ekki verið að skila stigum og ef við höldum áfram að fá svona frammistöður eins og í dag og eins og í síðustu leikjum, þá fara hlutirnir að detta fyrir okkur. Já, að mati margra í stúkunni undanfarna leiki, hafa kannski burðarásar eins og Hólmar Örn ekki verið að skila sínu. Er kannski að verða að koma í tíma á að stíga skrefinu lengra og ekki bara taka unga menn inn í hópinn, heldur að gefa þeim séns? Já, það getur vel verið, það er eitthvað sem við þurfum að skoða, en ég er nú kannski ekki alveg sammála þér. En, já... Þetta að Hólmar sé eitthvað búin að vera slakari en aðrir. Nei, kannski ekki slakari en aðrir, en er ekki bara spurningin, hafið þið nokkra að tapa, er ekki spurningin að fara að gefa ungum strákum bara séns og sjá hvert það leiðir? Já, við spilum bara okkar sterkasta liði, það er bara þannig. Og ef strákarnir eru nógu góðir, þá fá þeir að spila, það er ljóst. Takk fyrir þig. Takk.